sæl og blessuð og verið velkomin í splunkunni en þátt af Lömbin þagna ekki. Réttlætis hlaðvarpinu. Mjög mikið réttlætis hlaðvarp. Eða það er réttlætis hlaðvarp af því við hefum orðið fyrir svo miklu óréttlæti. Mjög miklu óréttlæti. En við erum sérstuna þrjár, ein fyrir alla. Allar fyrir eina. Og þessi þáttur er í raun og veru bara breaking news. Svo krísu þáttur. Hann er heila krísu þáttur sko. Við þátturum með 4 sem við vorum búin að taka upp fyrir löngu. Við færðum hann bara til að hafa þennan þáttu bara núna. Því við erum að segja frá hlutum sem gerðist í dag. Bara áðan. Sko. Þetta er nánast í beinni. Þetta er nánast í beinni. Fyrir vestan. Sko. Fyrir vestan. Vesturvíkstöðunar. Ég var bara að koma í bæinn, bara fyrir 1,5 tíma, fór heim, borðaði og svo núna er ég að taka upp podcast. Og við bara segjum, við verðum að klára þetta núna og þú ert að fara í flug á morgun. Ég er að fara í flug á morgun, ég er ekki byrjað að pakka. Ég svaf 2 tíma í nótt út af stressi og ýmislu öðru sem við munum ræða síðar. Það er alltaf nóg að gera. Það er alltaf nóg að gera, sko. Of mikið. En þetta var bara þess eðli, sko, að þið sögðu bara að þetta verður að fara út strax. Við sögum vinkunum okkur frá þessu og þær notu alvarleg orði við þetta atvik. Alvarleg orð og það sögðu líka að við þurftum bara að gera það strax, sko. Já. Og fyrst var ég ekkert eitthvað alveg viss það en þeir eru búin að samfæra mig, þetta verður bara að fara út strax, þetta er það alvarlegt. Þetta er ekki í lagi. Þetta er ekki í lagi. Þannig að þessi þáttur verður vonandi, vantarlega ekkert rosalangur, kannski 20 mínútur hálftími en við bara verðum að koma þessu út. Við verðum að gera. Þessi saga byrjar í raun og veru pínlítið, þannig ég ætla að segja þessa sögu og hún byrjaði pínlítið í gær bara. Já. Það var nefnilega sko dönustaða fundur. Einn af þessum frægu. Náttúrulega frábær tímasetning, 50 dagur fyrir verslunarmannahelgi. Klukkan 5. Fyrir vestan, það sem enginn býr, allt er leið með það. Nema að ég fór á þennan fund fyrir ykkur, því þið eru eigendur dönustaða, sem ég er ekki út af tæknilegum ástæðum, það er mjög leiðilegar ástæður, því ég bý í útlöndum og eitthvað svona bla, en pappi búin að gefa ykkur eða erfa ykkur af hluta af sínum dönustaðlandi, þannig þið eru dönustað eigendur. En eftir mjög slæma reynsla dönustaðfundum, þá vil ég aldrei aftur fara svona fund. Nei, þessi menn eru hræðilegir, sko. En meirum það í næsta þætti. En allavega, þá ákvað ég að fara á þennan fund fyrir ykkur. Og þessi fundur er alveg podcast efni í sjálfu sér. Og við munum taka bara upp podcast þátt bara þennan fund. En í dag ætlum við að fjalla það sem gerist eftir fundin. Já. Í raun og veru eftir fundin. Og það er það, og það var eitthvað sem við byggust ekki við. Þeir byggust ekki við. Og þeir í raun og veru viti ekki alveg allt, sko. Nei. Þeir í raun og veru viti ekki alveg allt. Því ég er bara búin að vera, gær var ég bara eitthvað full í fundi, þurfti að fara að vestur, fara á hana fund, svo var alls konar sem gerðist, og svo þurfti ég að fara heim, og svo var drama í morgun, og svo þurfti ég að fara aftur vestur, og svo kom ég aftur heim. Og ég er ekki... Þú búin að fara 5 sinnum vestur. Þú veist, getur búin inn í 4 vikur. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig ég er bara alltaf að fara vestur. Það er þetta rosa drama og ég er búin að segja eitthvað svona það helsta í gegnum í raun og veru sko, já, ég kannski kom bara aftur að því síðan, en þið hafið ekki heyrt þessa sögu. Nei. Og ég er á 3 tímum af svefni, mjög mikið, engin orka og þetta er ekki... Og drekkur ekki svona kaffi. Og ég drekk ekki svona kaffi. En ég gaf henni kollab, en múin að það hjálpi. Já, ég er búin að fá með 2 sopa, þess vegna er ég á lífi. Þetta er ekki spons. Það var lengi spons. En Pepsi Max, við elskum þig. En allavega, þá ætla ég bara að segja ykkur hlustundum söguna á sama tíma og ég segi systurum mínum þetta. Þannig okkur fannst brýnt að þetta kemi strax. Já. Við ætluðum ekki að hafa fund, hafa þátt. Núna verslunarmannahelgina. Já, við ætluðum að vorum búin að plana, við ætluðum að taka okkur frí verslunarmannahelgina út af mjög mörgum ástæðum. Það er verslunarmannahelgi, því ég er að fljúga heim á morgun. Systir mín var í lítilli aðgerð í morgun. Það gekk vel, var það ekki? Jú. Gekk vel, þannig að þú veist, það er margar ástæði fyrir við ætlum ekki að hafa þátt núna þessa helgi en aðstæður eru bara þannig að við þurftum. Já. Ok, þannig að ég ætla bara að byrja á, ekki alveg að byrja í byrjunni, en ég ætla að byrja á beint eftir fundin. Já, aðdrandarum. Beint eftir fundin. Þannig að það er raunverulega beint eftir fundin, þannig að fyrir í gær sem sagt, já. Já, í gær. Þá fyrir okkar hliðfjölskyldunar, þá mæti ég og mamma og pappi. Þá ég, mamma og pappi. Svo mætir systir hans pappa og 2
börnin hennar Já. eða þú veist, börn þau eru komin yfir 30 og 40 núna. Þetta er fullorðið fólk. En mér finnst þetta bara, mér finnst ég þetta vera lítið stelpa. Já, þannig að við vorum í raun og voru 6 fyrir okkar hlið fjölskyldunar. Fyrir 12,5%. Fyrir 12,5% af dönustöðum, en svo fylgt að öðru fólki fyrir þá hlið fjölskyldunar sem er á mót okkur. Fleiri en vanalega. Ætli podcastið. Meðal annars, en við tölum þennan fund meira setna, sko. Já. En einn af þeim sem mætti var náttúrulega Valdi sem var með umboð fyrir Daða. Hann er náttúrulega landinu núna. Já, því Valdi er á landinu núna, okkur til mikill að gleði. Og ég kannski að segja ykkur hérna, svo ég sé að fara hérna allt út allt. Við erum þreyttar. Ég er á 3 tíma svefni. En ég segir einn brandara sem pappi sagði mér í bílnum núna leiðinni heim. Hvað? Og það er þessi brandar í sveitinni. Og það er þessi brandari sem að pappi bjó ekki til. Hann heyrði þetta. Já. Og brandarinn sá að það er ákveðin lögregla sem var í Búðardal. Það er kannski, þurfum ekki að nefna hann nafn, köllum hann bara Lásalöggu, hann heitir svona eitthvað annað. Þorslöggan. Já, það er hann ákveðin lögregla og þá er brandarinn sá að þegar það fréttist að Valdimar ætla að koma 4 vikur til Íslands, þá bókar hann sumafrí á nákvæmlega sömu 4 vikur. Tilviljun? Geðveik tilviljun. Það náttúrulega tengist ekkert. Ekki tengist neitt, sko. Ekki alveg eins og Ásmundur ekki tengdur þessu. Já, þetta er bara alveg ótengt, sko. Þannig að þetta er brandari og pappi heyrði þetta bara utan frá sér. Svo sagði hann þessum lögreglumanni frá og þá hefði lögreglumæðurinn heyrt þennan brandara. Hann hefði líka brandara, sko. Þannig að, en allavega þetta var bara mikill út úr snúr að því ég er svo illút svo við nú eitthvað þannig. En allavega þá mætti Valdi fyrir Daða því Daði getur ekki talað á fundum og hann er gunga. Hann er það svolítið, sko. Allt í lagi með það, nema það eftir fundin þá fyrir við 6, ég, mamma og pappi, systrast pappa og börnin hennar. Fundurinn er haldinn á Dönustöðum og þá fyrir við á Lambera hlaði. Og við erum bara eitthvað svona að tala saman um fundin og ýmislegt svona sem tengist því og eitthvað sem ég mun bara tala um seinna, nema að Valdi keyri framhjá því að hann náttúrulega er á Sólheimum sem er fram dalinn, þannig að hann það kemur á Dönustæðir, Lamberar og svo löngu seinna kemur Sólheimar. Þannig að hann keyri framhjá Lambera hlaðinu og við heldum bara að hann sé að fara út á Sólheimum, nema svo þegar hann búin að tala í svolítið langa tíma, hlæja og gera grína allir sem saman, að þá allt í einu sjáum við hann beygir upp að fjárhúsum. Valdi. Þá er hann búinn að fela sig á bak við Hænsnahúsið. Já, það er hús sem er þarna á hlaðinu, Lambera hlaðinu. Það er Hænsnahús sem að Daði á, en það skiptir í raun og veru einhvers máli fyrir þessa sögu. Og líka það er engin Hænsni í núna, það bara voru Hænsni í gamla daga. Allavega það heitir Hænsnahúsið. Þá bara var hann búinn að bíða þarna og fela sig fyrir aftan Hænsnahúsið heil lengi. Og hlera ykkur? Nei, það eru langt til að ég var með kiki hann gæti ekki sína kannski án svona advanced já, það sér í gegnum hús og eitthvað allavega, það var svona frekar skrítið og asnalegt því að þú veist, af hverju var hann svona lengi fyrir fram aftan Hænsnahús þegar við sáum ekki svo allt í einu beygir hann upp eitthvað að Lamberum og við erum bara hvað er hann að fara það angað en allt í lagi að gömlu Lamberum? Nei, upp að Fjárhúsunum fyrir hann fer upp að Fjárhúsunum það er bara langur afleggir upp að Fjárhúsunum og þá allt í einu beygir hann það eftir að vera búin að fela sig svona bak við Hænsnahúsin en Valdi gerir skrýtna hluti þannig að við bara eitthvað og við erum bara eitthvað áfram að tala saman og svo bara eitthvað þurfa allir að pissa þannig að við förum yfir á nýju Lamberum förum yfir á nýju Lamberum þá og erum bara eitthvað að hafa okkur tilbúin og eitthvað svona þannig og svo erum við áfram að spjalla og ýmislegt svona þannig og svo sjáum við að Valdi beygir keyrir tilbaka af Fjárhúsar afleggjaranum og þá förum við strax okkur grunar eftir fundin kom upp ákveðin atriði sem að leta okkur hafa ágjörði að við væri að fremja skemmdarverk og annað slíkt sko. Þannig að við vorum svona mikið alert, mikið að fylgjast með og þá hægir hann svona á sér þegar hann kemur upp af afleggjaranum að nýja húsinu. Hann hægir svona á sér áður hann kemur hann og það er svona, eiginlega bara lítur út fyrir hann sem koma upp að nýja húsinu og þá segir frændi minn sem er sonur systir hans pappa, frændi minn og er jafngamall ykkur að þá segir hann, heyrðu, við förum bara á mótunum við viljum ekki að hann sé að koma hérna upp á nýja húsinu bara fyrir þá hlustendur sem mun ekki eða hafi ekki heyrt fyrir söguna þetta er flókið með þá Valdi til dæmis braust þarna inn í húsið til að vera í COVID og Ásmundur hefur verið staðin að innbroti í þetta hús og Valdimar braust inn í þetta hús og bara nú ætla ég að fara í COVID-sótkví í húsið sem hann átti ekki og löggan var bara eitthvað, ég má ekki bara lifa um að klára og eitthvað það er allavega þetta er ekki maður sem viljum kána nála þessu húsi út með hann bara mjög vondar reynsla
því að hafa eitthvað nált þessu húsi, þannig við vorum bara mjög suspicious, ég segi það bara allt, við hljómum eins og við séum bara geðsjúklingar og paranoid, en við höfum okkar ástæðu fyrir því. Já. Þannig að ég og frændi minn, við keyrum bara á bílnum mömmans og við bara keyrum niður afleggjaran og stoppum Valda að. Já. Og við spurum bara hérna, hvað er þú, af hverju þetta fara hingað? Og hún bara, við höfum bara, langar ekkert að fá hann þannig. Og við sögum það ekki þannig við hann, en okkur langar það bara ekki neitt. Og þá sagði við mig, ég þarf aðeins að fara að tala við pappa þinn, við Skúla. Og ég bara, já, svolítið grunsamlegt og hann bara, já, ég þarf að tala við Skúla og ég þarf að gera svolítið gott fyrir pappa þinn. Og ég bara, hvað er það? Ég veit það ekki. Ég fannst þetta mjög grunsamlegt að því líka því Valdi gerir aldrei neitt sem er gott fyrir pappa. Aldrei. Þannig ég bara eitthvað, og já, aftur, fyrir þá sem hafi ekki hlustað, að þá er til dæmis að Valdi tvisvarsinnum kært pappa fyrir líkamsárás sem átti sér ekki stað. Já. Og hann hefur bara oft hótað honum og alls konar, hann er bara ofbeldismadur, hann Valdimar. Og þú veist, og ég bara í hreinskilni sagt bara vil ég ekki fá hann nálægt pappa mínum. Nei. Og allavega hann ekki án þess að pappi sé til í það. Nei. Og þannig að frændi minn var bara alveg 100% sammála mér og bara, við hringjum bara í Skúla. Við bara tjekkum á Skúla, vitum hvort að hann vilji tala við þig og ef hann vill tala við þig allt í lagi, þá getur bara hann komið og tala við þig, en ef hann vill ekki tala við þig, þá bara verður þú að virða það. Nefnum það að frændi minn og frændi okkar, hann hringir í pappa og pappi veit ekkert af því og hann var kannski með slögt á símanum af því að það var á fundi og eitthvað, þannig að þú veist, pappi svarar ekki og þetta er ekki mjög langt í burtu, við hefðum ekki að hlaupa þetta svona eftir á hyggja, hefði bara átt að hlaupa og tala við pappa, en hann bara eitthvað hringir og meðan ég valdi bara eitthvað, af hverju svona erfitt að fá að tala við Skúla? Hann er með svona háa röddinn hans. Hann er bara eitthvað, má ég ekki tala við bróðir minn? Það bara, af hverju má ég ekki tala við bróðir minn? Af hverju svona opaslega erfitt að ég geti fengið að tala við bróðir minn? Ég er bara að tala bróðir minn í 2 mínútur. Ég er að gera gott fyrir Skúla. Af hverju má ég ekki tala við mig? Ég er að gera gott fyrir Skúla? Já, ég er að gera gott fyrir Skúla. Það er búið lengi útlöndum. Það er búið lengi út. Það sýttum maður ekki hvort það sagði nákvæmlega svona. Jú, hann sagði þetta eitthvað svona cirka þannig. Og ég ætla á upptöku af þessu, þannig ég get double checka. Man þarf alltaf að hafa upptöku gangi en hann lígur alltaf. Þetta er líka eitthvað sem við hljóðum með þessu geðveik, skilur. Bara ef að Valdi fyrir fram mann, þá tekur maður upp síman og tekur upp því hann er alltaf að ljúga upp á mann. Þú veist, annars bara væri ég kærð fyrir einhverja líkamsárás á, ég veit ekki, hundin hans eða eitthvað, ég veit ekki. Þannig að ég bara með myndavélina á honum og frændi mig er bara að reyna að ná í Skúla og það gengur ekki neitt og meðan ég valdi bara af hverju þetta svona aðstæðilegt? Ég vil bara tala við bróðir minn, af hverju þetta verður svona mikið vesen? Það er þú sem ert að gera þetta aðstæðilegt. Og ég segi bara, ég veit ekkert hvort að pappi vill tala við þig. Hann bara verður að fá ákveða það sjálfur, ég tala ekkert fyrir pappa og eitthvað. Og svo segir Valdi eftir smástund, þetta var nú ekkert svo langur tími, þetta var kannski 2-3 mínútur eða eitthvað. Það sem var frændi minn að reyna ná hringja í pappa upp í húsi, en pappi svarar ekki, hann hefur bara ekki heyrt í honum, slögt að hljóðinu eða eitthvað þannig, að því að þú veist, hann myndi alltaf svara frá þessum frændam mínum, bara alltaf. Og þá missir Valdi þolinmæðina og segir bara, heyrðu, ég get ekki staðið í þessu, þetta er bara vanlegast, ég vil fara að tala og ég bara ekki allt í lagi og ég bara geti kannski tekið eitthvað skilaboð til pappa, þú veist, ef það er eitthvað, þú veist, eins og ég segir, hann segir þetta takkir 2 mínútur, getur þú ekki bara sagt mér hvað þetta er og ég get bara komið til pappa? Ég bara tekið vídeo af því. Það er bara verið auðvöld að senda smá vídeoskilabæð, ég elska því Skúli. Ég er að gera gott fyrir þig, eitthvað svona, þannig ég segi bara, á ég ekki bara taka skilabóð til hans, er það ekki bara lang einfaldast, skilur, og því ég vil ekki að koma nálægt pappa, sérstaklega ekki pappi er ekki tilbúin, því að þetta er bara ofbeldissamband, það er bara þannig. Og hann segir bara, heyrðu, segðu pappa þínum að koma á Sólheima og tala við mig. Ég er bara eitthvað, ok, ég skal koma þessu til skila en ég er ekkert vissum að pappi vilji koma endilega. Og hann bara, pappi þín kemur, það er 100% öruggt, pappi þín kemur á Sólheima. Ég er bara eitthvað, ég er ekkert endilega svo vissum það, en ég skal bara koma þessu til skila. Og hann bara glottir og svona, það er 100% öruggt að hann komi. Og bara þau sem tekki ekki Valda, allt sem hann segir er alltaf 100% örugt, líka þegar hann lýgur eða kannski bara sérstaklega þegar hann lýgur. Þannig að ég var ekkert eitthvað, ég bara eitthvað Valdi, þannig að við býðum eftir að Valdi fer og svo þegar Valdi farinn þá bökkum við bílum aftur og törum það við pappa og þá kom í ljós að frænd okkar var með eitthvað vittlust símanu hjá pappa, þannig að það var ekki eins og verið að hringja, en það var bara eitthvað mistök okkar megna, skilur við, það var bara eitthvað.
ég veit ekki hvernig, pabbi búin að vera sama súmanur í 20 ár en allavega þá bara og pabbi var ekkert leiður af því að missa bróðu sínum ekki neitt þá hann sé það ekki gott fyrir hann gott fyrir hann og mitt því sagði að Valdi verið að gera eitthvað rosalega gott fyrir hann og þá sagði pabbi bara já, flott bara eitthvað ekki að trúa því neitt, skilur og svo sagði ég bara já, en hann vildi endilega þú kæmur upp á Sólheimum og talaði við hann og pabbi bara, já, nei bara, þú veist, ég myndi aldrei fara hans heimavöld það er bara uppskrift á einhverju já, einhverju disaster og eitthvað og ég segi svona pappa, það væri nú samtalið gott podcast-efni og myndi mæta ég kem með þér, sko, gott podcast-efni og þú veist, það er náttúrulega ég er alltaf grínast það er búið til podcast já, og þetta er samt örþriðaráð þetta er svona örþriðaráð og pabbi segi bara nei bara eitthvað, bara nóg að vera á einum fundi með þessum bróðu sínum þó hans ekki fara að tala en aukala eitthvað til að gera gott fyrir hann og eitthvað svo bara erum við að keyra heim í bílnum þetta sljóma mig perralega þetta var svolítið ekki mynd neitt perralega en það bara því að ég valdir eitthvað svo en allavega að þá svo erum við bara eitthvað að keyra heim bara í bílnum eitthvað og þá segir pappa allt í henni heyrðu, mig gruna hvað þetta var með Valda og þá sem sagt hafði Valdi eitthvað sem hann logið því að pappi hefði keyrt á kærustun hans alltaf, þú keyrið þér á Súsan pabbi keyrið ekki neitt á hana og segist eiga vídeo af því en einhvern veginn hefur það aldrei byrst af því hann er að ljúga og pabbi bara, já, heyrðu hann er pottitt bara að vera, ef þetta er eitthvað gott fyrir mig hann er pottitt bara að fara að lofa því að draga kæruna tilbaka bara eitthvað svona af góðmennsku sinni og pabbi fannst þetta bara eitthvað, já, fyndi bara eitthvað og allt í lagi með það og eitthvað já, þú veist, fyndi hann sér en þá hugsa hvernig getur hann samt ráðið því? Það ætti nú að vera Súsan sem ætti að ráða því nei, málið bara það að löggan er lengur búin að gefast upp á þessar kæru hún er ekki að fara neitt að þetta er bara líu eitthvað þannig að þá eitthvað, datt pabbi í hug þetta væri eitthvað svona, nú er ég að vera góð í kallin að draga til kæru sem er hvort þið er ekki að fara neitt eitthvað svona og pabbi bara, Valdi bara eitthvað og svo bara keyrum við í bæinn og erum bara að hugsa um eitthvað allt annað nema svo þegar við komum heim um kvöldið bara frekar seint af því að fundurum var alveg til 8-9 eitthvað hann byrjaði 5? Nei, kannski 7-8 en svo þú veist voru að spjallu eitthvað þannig að við vorum komin að heimali bara 11-12 eitthvað frekar seint sko. Ég held ég hef talað við þér svona 11 já, það var eitthvað 11-12 sem kom heim eitthvað og við bara borðum, bróðið mín var búin að elda eitthvað svona rétt og við bara borðum hann og var bara akkurat tilbúin þegar við komum og borðum hann og eitthvað svo eitthvað er pabbi eitthvað ganga frá þá allt í henni segir hann bara shit þá fattar hann að hann gleymdi töskunni sinni nei að þá sem sagt hafði hann verið með tösku svona skjalatösku bara sem hann geymir sem sagt tölvuna sinni í og oft gögn og þannig skjöl og eitthvað sem tengjast og þannig og þá bara allt í henni fattar hann að hann skildi töskuna eftir á Dönustöðum það sem að fundurinn var og þetta er bara algjör klöðaskapur og náttúrulega stress að vera svona fundi og svo er pabbi bara gjarnan að gleyma skjalatöskum og eitthvað þannig að hann bara eitthvað en þá er klukkan hann svo margt sko, klukkan hann 11-12 og hann er raunum verið ekki fyrir orðin meir en 12 þegar við erum búin að leita á okkur afnan grun og ég held að hann sé alveg orðin 1-2 þegar við erum svona alveg vissum að taskan hafi gleymst. Þú ætlaði Valdi að láta pabbi fá aftur töskuna? Hugsanlega. Okay. Það er það sem að, við komumst svo að setna sko. Við höfum ekki hugmyndum með þarna sko. Nei. Og hvað sagði það ekki? Ég veit ekki. Ég leti ykkur fá hana. Já, eitthvað svona. Þannig en af hverju var hann fyrir sig bak við Hansnahúsið? Ég veit ekki. Ég skil ekki þennan mann. En allavega að þá byrja pappa að panika bara eitthvað, þú veist, og klukkan 1-2 sko, hann á systur sem búa allir fyrir vestan en þær eru farnar að sofa þannig að getur ekki eitthvað hringt og eitthvað þannig að hann veit alveg að hann glemdi í Dönustöðum og hann er bara eitthvað og ég bara keira vestur bara, og fá töskuna tilbaka og ég bara eitthvað mjög svona verfið það af því að þetta búið að vera mjög stressandi dagur og pappi er ekki búin að sofa og ég vil ekki að segja keira þú veist, auka 5 klukkutíma eða þú veist, eitthvað svona þú veist, og ég bara eitthvað, þetta er bara það er ekki málið sko. Nei. Og svo er ég að tala við frænk okkar sem var líka á fundinum bara í fjár í gegnum interneti sem er dóttir, systir og pappa líka sem er systir þessa frænda sem var að keyra með mér áðan allt bara rosa mikið fjölskyldu tengsla það er ég bara að tala við hana þess á Messenger sko, eftir fundin, bara fundin og svona alls konar og svo segi ég henni frá þessu með töskuna og hún bara ekki heyrðu að því hún er svona inn í Sjálandi þannig hún er bara akkurat öfum sólarhring þá segir hún bara heyrðu ég skal bara fylgjast með því þessi systirins pappa vakna sem eru þarna fyrir vestan og bara láta þær strax fara í Dönustað og leita að töskunni þannig þá fer ég bara til pappa og segi þetta og ég vonum að pappi ná eitthvað að sofa og eitthvað svona þannig sko
og pabbi bara eitthvað, shit, ætli Valdi sé með töskuna, ætli það sé það sem þeir sé þetta góða sem hann ætlar að gera fyrir mig, og ég var bara eitthvað, nei pabbi, hann hefði sagt það, skilur ég spurði hann sérstaklega eitthvað, geti ekki bara komið einhver skilaboð handa pappa, þú veist, ef þú ert með einhver skilaboð skal ég bara koma þeim til greina, og hann sagði ekki neitt um neina tösku, þannig að ég bara nei, af hverju er hann eitthvað að því, skilur, mér finnst bara eitthvað svo út í hött, sko, ég held að pappi væri bara eitthvað að vera crazy, þannig að ég bara, hún er örugglega bara á dönustöðum, og svo bara, þú veist, þegar allir vakna og finna töskuna, þá er þetta bara búið. Vonandi. Það væri nú næs. Það væri ekki að gera þetta podcast. Ef að töskuævintýrið hefði endað þarna, en allavega, þannig að pabbi er bara eitthvað í paniki og þá er náttúrulega ég líka í paniki og ég er í kvíðasjúklingur og allt þetta, þannig að ég er bara ekki náð að sofa neitt nóttina, síðustu nótt, og ég var líka eitthvað að panika yfir töskunni og panika yfir því að pabbi var að panika yfir töskunni og panika yfir því að Valdi að vera hugsanlega með töskuna og bara eitthvað svona almennt stress, þannig ég sé bara mjög illa. Má ég spyrja eitt, voruð þið satt að fara að hugsa hvort hann væri að reyna að brjóta sinni í tölvuna eða að reyna að komast inn á einhverja reikninga? Já, þau voru svona aðeins farin að hugsa það, en mér fannst bara, ég var ekki að kaupa það að Valdi væri með töskuna, mér fannst þetta svo fáránlegt af því að hann kom þarna og ég bara, af hverju sagði hann það ekki? Sérstaklega hann vildi fá pappa og Sólheima, hann sagði bara, ég er með töskuna hans, en verður að koma Sólheima að sækja það, þú veist, eitthvað svona. En voru einhver gögn í töskunni? Það er nefnilega, sko, við skulum bara halda fram. Og þá, en þá bara eitthvað, er ég búin að svo í klukktíma, svo vakna ég bara eitthvað og get ekki svo meira, svo næ ég svo aftur í klukktíma og þá vekur pabbi mig. Já. Og þá er systir hans búin að fara yfir að dönustöðum og taskan er ekki þar. Hún er ekki þar. Og þá byrjar panikið. Já. Þá byrjar panikið. Því að, sko, stórættin okkar sem var á þessum fundi og stórættin okkar alveg þannig, hún styður þess að skemmdaverka alveg 100%. Finnst það bara ekkert mál og allt er lægi, en þeir trú okkur ekki. Og halda að við sem að íkja og bara að tala illum þá. Við erum bara að segja frá því sem þeir hefa gert. Já, þannig að stórættin okkar styður þá alveg bara með mörgum, eins og við munum sjá í næstu þáttum, hvernig stórfjölskyldan er að styðja þetta bull. Nema það að stórfjölskyldin, hún er ekki þannig að við erum bara þeir eru ekki fara að stela einhverju tösku, sko. Nei. Þetta er eitthvað svona semi-venjulegt fólk. Sem sabaði það ekki gera. Þeim er alveg sama kannski þannig að fólk sé að stela töskum. En það er ekki fara að gera. En þetta fólk sem er bara alls ekki fara að stela. Nei, ég myndi aldrei segja aldrei það, detta í hug, sko. Okkur bara datta ekki í hug, sko. Þannig að pappa grunar að Valdi hafi tekið töskuna. Líka út af því hvernig hann var að haga sér með þetta skrýtna, ég er að gera gott fyrir þig. Og þannig að hann bara sendir e-maila til fólk sem var á staðnum til að bara reyna að spyrja, tók Valdi töskuna eða sáðu töskuna eða eitthvað svona og svo náttúrulega bara byrja panikið, Silur, hvað kemst Valdi í? Af því við erum náttúrulega farið í mál við öll út af landamerkjunum og það er alls konar viðkvæm gögn og þannig, en þá sagði pappi mér að fyrir fundinn þá hafði hann tekið öll viðkvæm gögn úr töskunni. Þannig var búin að taka bara öll viðkvæm gögn úr töskunni og bara, takk fyrir að vera paranoid. Eða bara búin að vera að læra því að vera 15 ári í einhverju ógeði, skilur. Oh my god, hugsaði út í þetta. Já, pabbi hugsaði út í þetta. Ég veit ekki hvort hann er verið til að búist við að týna töskunni, en kannski bara hann færi á klósettið og skildi töskuna óvart eftir, þá var því að Valdimar hefur áður reynt að kíkja í tölvuna. Hann er oft reynt að kíkja í tölvuna og gramsið dóttina og eitthvað þannig. Þannig að pabbi vissi alveg að þetta væri hætta, skilur, ef myndi eitthvað smá lítið á töskunni að Valdimar myndi fara gramsínu og eitthvað þannig. Þannig að það var mjög mikill léttir. Pabbi var búinn að tæma öll, þannig að hann voru bara einhver svona umboð og eitthvað sem er alltaf leiðilegt að missa, en það er bara þurfa að skrifa aftur undir umboðin. Þetta er svo leiðilegt. Nei, ekki umboðin ykkar, því umboðin ykkar hann var bara með að afrita þeim, en hann var einhver önnur umboð fyrir aðra systur sinna sem eitthvað svona bla bla bla, en allavega það var ekkert eitthvað major með umboði, en alltaf fartölvan segir þarna, og þá er alltaf byrja hann að panika því ef Valdi kemst inn á fartölvana. Það er alltaf svakalegt. Því það eru sko bara alls konar gögn þar, alls konar gögn í sambandi við því auðvitað eru milljón kærur í gangi og mál og sérstaklega varandi landamerkjamáli og annað sem að við viljum ekkert að Valdi sér eitthvað vasast í núna, skilur, það er bara mjög slemt fyrir okkar málaferli og annað slíkt, sko. Þannig að pabbi vekur mig bara eitthvað, ég er ekki búin að sofa neitt, og pabbi vekur mig bara eitthvað, ég þarf að breyta lykilorðum og öllu, hjálpaði mér. Pældi ég svona brjálaðan bróður. Og ég var eitthvað klöngrast fram úr rúminu, búin að sofa valla 3 tíma samfellt og pabbi veku þig ekki bara út pabbi veku mig aldrei, sko. Og pabbi veit að ég á við svefnvandramál að stríða, sko. Og hann ber mjög mikla virðingu fyrir því, þannig að veku mig aldrei, bara aldrei. Og þannig að ég vissi að pabbi var að vekja mig, þá væri þetta bara mikið stress og þannig. Hann biður líka ekkert mjög mikið. Pabbi líka biður ekki oft um greiða, þannig að þegar pabbi biður um greiða þá bara verður maður að gera það. Af því að hann
segir yfirleitt já við öllum greiðum sem ég beð hann þannig ég er bara eitthvað, ok, þar ég er bara eitthvað klöngrast á fætur eitthvað, ekki bara sofa neitt ekki eitthvað úrill og aðsnæli og þá verð ég bara, já, hvaða reikning ert þú með? Og svo bara verð ég að breyta passvörðinu á Facebook og passvörðinu á öllum Google-unum og passvörðinu á öllu því e-mailinu mjög skemmtileg passvörð, ég skal segja ykkur það eftir podcastin, skulum ekki segja það online það þýðir kannski þeir geta giskað á það. Nei, þeir geta ekki gott að heyra það. Það geta ekki giskað á það. Ykkur finnst það skemmtilegt, engum öðrum finnst þetta skemmtilegt. Þannig að sorry, ég hlusta þetta fyrir þennan mjög ómerkilega dítúr. En allavega, þá breyti ég á Facebook og svo er hann með miljón mismundi e-mail-adressur fyrir alls konar mismundi tilgangur og ég breyti því öllu og svo breyti ég í því að skrá sig inn á tölvuna og allt bara eitthvað og svo fatta ég því ég er búin að breyti þessu öllu að ég náttúrulega get automatically skráð mig út af öllu sem að þessu í Facebook, maður getur skráð sig út af öllum reikningum og svona þannig og tjekkað á því hvort einhver hafi skráð sig inn og það var ekki neitt þannig þannig ég sé þetta allt fyrir pappa og þá kemur pappa alltaf bara shit, síminn minn, ég er ekki með neitt login á síman minn, skilur ef ég týni símanum þá bara er ég í mjög vondum málum þannig ég fyrir það að setja pinn á símanum hans pappa og svo setja ég líka þú veist svona hvað er það, fingrafar og eitthvað svona þannig að reyna að rætta því þannig að það sé allt á hreinu þannig þetta er alveg allt á hreinu og þá er bara eitthvað komið næstu í háti eða komið háti og eitthvað pappa okkar er 67 ára skilur já og þú veist hann er samt tækni alveg hann er ágætur í tækni og eitthvað en líka bara hann var svo stressaður skiljanlega nema allavega þegar þetta er allt komið og ég var eitthvað búin að reyna að sofna aftur og náði ekki að sofna aftur og eitthvað þá var eiginlega næstu komið háti og pappi er ekki búin að heyra frá neinum af þeim sem að sendi e-mail á stóriðinni það hvort að þau líka svar aldrei nei, en ég heldur enda núna kannski ég hefði ekki búin að sjá það þetta er alltaf 50 dagar fyrir Vestló já, núna í dag er föstu dagar fyrir Vestló föstudags morgun fyrir Vestló og fólk hefur mikið að gera þannig að hann hringir í eina frænku okkar frænku stóriðinni og sem er að móta okkur sem er mjög mikið að móta okkur hún er búin að eyða mér á Facebook já, hún er búin að eyða mér okkur á Facebook hún var eina af fyrstu sem eitt okkur á Facebook já, ég held að hún hafi ekki eins og verið vinkonum mín á Facebook ég held að hún búin að eyða mér fyrir löngu síðan en alltaf með það, mjög mikið að móta okkur en alltaf þetta er manneska sem myndi aldrei fara að stela einhverju tösku og hún sé bara eitthvað að móta okkur það bara að hún sé að stela tösku bara fáralegt og það er aldrei að gerast og maður myndi ekki láta sér þetta það í hug og þá enda pabbi bara með að hringi hana út af því hún er svona eiginlega skást af öllum sem er í stóriðinni skilur og þú veist það er eins og ekki hann pabbi var bara ég vil ekki hringi Bjarka hann myndi líka bara ljúga hann já, hún myndi hlakki honum þannig að hann er bara þannig en þannig að hún hringi þessi samt er ekkert fyrir það ljúga alls ekki hún er ekki lígari þá hún trúi lígurum já þá hún trúi lígurum þá er hún ekki lígari sjálf og þá hún stiði lígara þá er hún ekki lígari sjálf þá hún stiði skemmtaverka og ofbeldismenn þá er hún ekki ofbeldiskona sjálf bara alls ekki og ekki þjófur og ekki neitt þannig þannig að þú veist við trúum alveg því sem hún segir þannig að pabbi bara eitthvað hringir í hana og bara og spyr hvort hún hafi séð þessa tösku og eitthvað svona og þá segir hún bara já, Valdi tók hana það er besti aðilinn til að taka já, og pabbi bara eitthvað versta manniska í heim og þau bara leifa honum að taka það er miklu betra en þau bara skila hana eftir í dönustu það var ekki neitt þau eru þarna á planinu já, og eitthvað svona þú veist, eða bara hringdi þegar við með síman á pabbi bara hringdi pabbi og sagt, þú veist, hvað er þetta þannig pabbi bara eitthvað þurftu endilega að láta Valda på töskuna af öllu fólki hvað sagði hún með því? og hún var bara eitthvað af því hún trúir ekki þessu sem við erum búin að segja hún trúir ekki nefnum sem segja og hún er bara eitthvað ég held bara að Valdi myndi fara yfir með töskuna og pabbi bara nei, það gerði hann ekki og svo sagði pabbi bara æ fyrir ekki þú veist, að því pabbi á að geta verið pyrrður út í hana skilur en mér finnst það við erum búin að segja ítrekkað að þetta séu skemmdaverka, ofbeldismenn, þjófar og við trúum okkur og þá bara vitum þetta er óhæðilegst maður í heimi og bara lætur hann fá töskunars pappa með fartölvinu og öllum gögnum og eitthvað og pabbi bara eitthvað, ó nei, nú er Valdi með töskuna bara eitthvað, fuck og það var það sem hann var að biðja þegar hann var að gera eitthvað svona pappa svona ógeðslega mikinn greiða ég er að gera svo ógeðslega gott fyrir þig pappaðinn og það tekur bara 2 mínútur skil einhverju tösku það er ógeðslega perralegt það meintir ekki perralega ég meinti ekki perralega en þetta er svona smeðjulegt þetta er svo smeðjulegt en þetta var ekki perralegt það er bara ég sem er perri greinlega það er ekki það sem ég vil segja skilur Valdimar var alls ekki perralegur hann var bara svona smeðjulegur asnalegur líka bara eitthvað kannski bjánalegur? nei, hann var ekki beint bjánalegur en bara eitthvað svona að líka gera svona mikið mál úr því að skila einhverju tösku sem hafði gleymst þetta var bara eitthvað svona farlegt í staðan fyrir að láta bara mig og frænda minn fá töskuna ég skildi ekki bara, og ég spurði mér þess að geti komið með eitthvað skilabóð
ekkert minnst að neina tösku, ekki neitt. Það pappi bara eitthvað, fuck, verstu maður í heimi, hann sagði það neitt ekki, en verstu maður í heimi með töskuna mína. Við segjum það bara. Já, við segjum það bara eitthvað. Og hann getur kannski reynd að komast inn í tölvuna mína og þú veist, hann er bara fíkt í öllum gögnum, eða pottit, hann er búin að gramsa í öllum gögnum og allt svoleiðis, en pappi hefði vitað því að við erum búin að taka þau all út. En hann var bara eitthvað, ég vil fá fartöluna mína tilbaka. Það er kannski stór krafa, en mér finnst hún eðlileg. Mjög eðlileg. Það kostar 200.000 að fá sér nýja tölvu. Já, ég held að það sé ekki alveg 200.000. En þú veist, og líka bara... Maður þarf bara nýja, skilur. Já, líka bara. Og það er meðfyllt af gögnum inn á tölvunni. Já. Og hann vill ekki að Valdimar komist í þessu gögn. Það er bara... En þau eru geymt annars staðar. Þau eru geymt annars staðar líka og allt svoleiðis, sko. En það eru með afrita gögnum, skilur. Þannig að sem að hann vill ekki að Valdimar komist í því, hann vill ekki að Valdimar viti hvaða strategíu við erum að gera í málaferlum og annað slíkt, sko. Það er ekkert gott fyrir okkur. Þannig að pappi bara eitthvað byrja að panika. Þannig að hann náttúrulega byrjar að hringja í Valda og Valdi svarar ekki. Nei, hæ? Shocking, að Valdi svarar ekki. Og pappi bara eitthvað, ég verð bara að fara vestur og bara fara á Sólheima og bara biðja að fá tölvuna og það tilbaka. Og ég bara já, það er ekkert annað að gera. Líka bara pappi verður bara ekki paniki yfir þessu, skilur, og næri ekki díjan og eitthvað. Það er bara einu þeim dör að fara vestur því ekki er Valda að fara að svara símanum sínu. Það vitum við allan að það sé fullreynt. Já, það er allavega að vitum við þessum fullreynt. En þá kemur náttúrulega vandamál nummer 2. Og pappi getur ekki farið einn. Hann getur ekki farið einn. Það er ekki farið einn að tala við þessa menn. Það er á Valdimar og stórskum vinnuvélum. Það er ekki hægt, sko. Það er ekki hægt, sko. Það er bara og systir hans pappa var bara í mitt alveg, já, þú verður að fá þennan mann úr sveitinni því hann er stór og sterkur og bara eitthvað svona. En ég sagði bara... Veistu hvað, þetta er ekki óþarfa áhyggjur. Nei. Þetta er ekki óþarfa áhyggjur. Komist að því núna bráðum. Já, núna bráðum. Og en ég var bara eitthvað, ok, ég kem með og þá alltaf er ég á upptökuvélinni, þannig ég tek upp allt því að þú veist, það er náttúrulega bæði hættan að þeir meði pappa og líka hættan að þeir ljú eitthvað upp á pappa. Þeir eru alltaf að gera það. Voru þið ekki að segja að þeir taka svona fyrir myndavélina? Jú, þeir halda fyrir myndavélina þannig með hana og segir, Skúli, þú kýldi mig framan. Þannig að þetta er náttúrulega mjög þroskuð hegðun. Og svo náttúrulega sé ég vídeo aftur og þá er ekkert að þeim. Nei, ekki neitt og pappi var ekkert að kýla því framan. Þeir eru líka miklu sterkar en hann. Já, miklu, sko. Og stærri. Þannig að þú veist, þetta er bara fárlegt. Og það er bara fárlegt að kýla einhvern í framan. Já. Og af hverju ættir að kýla einhvern í framan þegar hann heldur fyrir myndavélina þína. Þetta er bara ótrúlega snarlegt. En allavega, þannig að hann alveg að reyna að pappi getur ekki verið einn. Nei, það er ekki hægt, sko. Þannig ég er bara eitthvað, þetta var ekki það sem ég ætlaði að deinu mínum í. Nei, við ætlum að hittast klukkan bara eftir vinnu og taka upp 2 þætti. Og taka upp 2 þætti í podcasti og svo kannski var ég hugsa að fara í sund síðasta daginn minn á Íslandi, skilur og ég er, þú veist, að fara að fljúga morgun, þú veist, ég ætlaði að þvo og ég ætlaði að pakka og eitthvað en það var ekki búið því, þú veist, pappi getur ekki fyrir einn. Hann getur það ekki. Og mamma bara, mér var illa við að senda mömmu með þetta því þetta er óþægileg för og eitthvað. Mamma er bara lítil kona. Mamma er bara lítil gömul krútleg kona og eitthvað. Það ég vildi bara ekkert að hún sé komið nálægt Valdimar. Hún verður svo reið þegar hún hittir það. Hún verður svo reið þegar hún hittir hann og Valdi gerir í því espan upp, sko. Hann gerir í því, hann fær út úr því espan, svo ábyrgð sem hann fá oft. Æsa upp fólk og láta þá alla halda hún sé crazy. Hún sé crazy og hann sé svo heilbrigður og eitthvað þannig. Þannig að ég átti í raun og veru engan kost þannig séð, skilur. Það kom ekki til grein að láta pappa fara einn. Þannig ég bara ok, við fyrir bara af stað og ég bara í 5. sig. Og eitthvað nýkomin þann síðan kom hann að klukkan 11 kvöldi áður svo bara 13 tími setna leðum við stað aftur og eitthvað. Og svo náttúrulega keyrum við vestur og eitthvað svona og erum svona svolítið stressuð yfir þessu okkar. Sérstaklega út af því að pappi var búinn að taka eftir því að Daði var búinn að slá á bíli sem heitir Skógskot. Og þannig eru þeir að leigja tún þar? Já, þá eru þeir með tún þar. Vonandi er að borga. Já, og þeir eru að leigja tún þar og pappi var búinn að sjá að Daði hefði verið að slá þar hann grunaði að þeir væri að fara þangað að binda rúllur og það. Og það er svolítið frá Sólheim, þannig að það væri svolítið vesen. Já. Þannig að við ákveðum bara að keyra þarna framhjá bara til að tjekka því hvort þið séu þar áður við förum inn í Laxádalinn. Er þetta styttra frá eða lengra frá? Já, þetta er áður maður kemur í Laxádalinn svona þannig. Og þetta er samt ekkert svo langt í burtu, þetta er mjög nálægt Laxádalinn. Það er að keyra þarna Laxádalinn en þetta er svona ekki langt frá þar. Og við keyrum þarna fyrst framhjá og svo sjáum við að þeir eru ekki þar. Og við bara ok, flott, þá eru þeir örugglega á Sólheimum og bara gott við keyrum þarna framhjá til að vera viss og eitthvað svona þannig. Keyrum við inn í Laxádalinn. Já, menn þegar við valla rétt byrjuð að keyra inn Laxádalinn þá mætum við dráttarvél. Hver skildi vera henni? Það var hann Daði Einarsson. Faðir ráðherra? Það var Daði Einarsson faðir ráðherra og hann var rúllubundi vél og svo kemur svo beint á eftir, Valdi á mér svo vél til að garða.
sitt í svona haugat það sem sé auðveldara að binda fyrir fólk sem veit ekki hvað er til að búið til garða raka grasi saman svo þessi auðveldara, svo þessi hrúur eða svona garðar sem að bindivélin bindir svo upp þannig að við keyrum fram hjá þeim og þá keyrum við smástund og svo bara hvað stoppum við út í horni og við bara hvað er að gera núna því þú veist nú erum við komin alla þessa leið og þeir eru bara að fara að byrja heifinuna sína og það getur tekið bara marga klukktíma og við vitum ekki neitt hvort að þessu tilbúin að láta okkur fá töskuna eða neitt og ég á flug á morgun þegar ég segi pappa ef við ekki bara fara að tala við þá og bara þú veist og spyrja bara sem að ætti að gera í venjulegu samskipti bara þú veist spyrja hvort við getum fengið töskuna og þú veist og pappi bara ég geta bara búðist til að skuttlunum skilur að þeir eru bara dráttuvel sem tökum miklu lengri tíma það getur bara með honum við bíl einn þannig að pappi bara að segja við getum alltaf búið þeim að skutlast út á sólheimum og þú veist fara aftur tilbaka þá til að fá töskuna þeir myndi aldrei gera það nei við áttum heldur ekki vona því sko en líka bara pappi sagði bara ok þeir eru í heifinu ég skil það alveg en þá getur bara spurt skilur hvenær haldið þið séu búnir og þá getum við metið það skilur ef þið segja ef þið komið klukkan 11 í kvöld þá getum við bara farið nýju lampiðum og það getur aldrei treyst neitt nei en allavega þú veist fá ykkur hugmynd eða þeir segja nei þið fá hana alls ekki í dag þið getur fengið hana á morgun þá getum við bara farið beint suður skilur og komið aftur á morgun líka því að þú veist ég átti eftir að pakka og eitthvað þess að var ég svolítið ít að pappa og ennþá eftir að pakka já ennþá eftir að pakka og bara ennþá eftir að við erum að neyða því til að koma hinga já þannig ég var bara eitthvað ég vil ekki bara fara að spyrja þá, bara að spyrja hvenær við getum fengið þetta og við getum ekki fengið þetta í dag þá bara koma á morgun í stað fyrir að hanga bara upp á von og óvon í 7 tíma og ég eftir að pakka og eftir að gera allt þannig að við bara snúum við og við förum fram hjá þeim alltaf eru auðvelt að fara fram hjá dráttuvel og svo hérna stoppum við bara til hliðar og förum út úr bílum og svona veifum til Valda því við vildum bara ná að tala á honum við vildum bara spyrja hvort að við getum fengið töskuna eða að vita bara hvenær við fengjum töskuna og við skildum alveg þegar við varum í heifinu og eitthvað við fengjum hann ekki strax bara en við vildum bara fá að vita að þú veist þá getum bara komið og fengið töskuna og Valdi bara keyrir fram hjá okkur og ég er eiginlega svona 90% vissum að hann sjá okkur já pottet og hérna 90% sko þannig að við förum bara aftur keyrum aðeins lengra förum hann aftur út í kant og veifum aftur skilur til að reyna hann aðtekla hans og núna er bara 100% á tæru að hann sér okkur og hérna og það er mjög erfitt að missa og hann bara keyrir fram á okkur og ignorar okkur algjörlega og við bara ok, þetta er ekki að vera að ganga þannig við bara við förum bara út af þessu skógskoti og hérna og náum bara talið á hann með þar og þá kannski, þú veist, hann vill kannski ekki vera að stoppa á vegunum og eitthvað fast ólíklegt að væri það, líklega hann væri bara að vera hálfviti en þú veist, allavega reynslinn segir það já, en benefit of the doubt og allt þarna og getum bara, þú veist, talað við hann þú veist, við túnið og eitthvað og spurt bara já, getum við nokkuð fengið þessa tösku að þetta er náttúrulega bara þjófnaður þetta er þjófnaður, skilju, Valdi tekur töskuna og líka, það er ekki bara svo tölvan það er allt sem er inn á tölvunni já, allt inn á tölvunni, öll gögnin og allt og ekki vinna að fá þessu umboð aftur líka já, og þetta er bara svo asnalegt líka og þetta er bara þjófnaður, skilju, það er allt annað ef Valdi hefði tekið töskuna og hann hefði líka alltaf getað látið þú systur hans pappa fá þetta þú veist þær eru rétt hjá þetta er bara evil eða bara þú veist mig og frændans eða skilja hana eftir að dönustum já eða bara skilja hana eftir að dönustum ekki tekið hana allt annað enn sem hann gerði bara allt annað enn sem hann gerði að taka töskuna og láta engan vita af því skilur og líka þegar ég var að spyrja bara af hverju viltu tala við pappa hann hefði getur bara sagt ég er með töskuna og hann vill ekki láta mig fá hana þá allavega viss hefðu við vita af því við hefum ekki hugmynd að það væri einhver taska skilur pappi bara fattaði ekki hann hefði glemt henni fyrir hann kom inn í bæinn allavega þannig að við bara ok við förum bara skóskoti og Daði er sko að keyra fyrst á dráttuvélinni og Daði bara að keyra fyrst á dráttuvélinni og við bara ok Daði kemur þessu mál ekki við þú veist það var ekki Daði sem var að stela töskunni hann var ekki á fundinum en það er gunga sorry en allavega og Daði var ekki að gera hann á fundinum og akkurat núna hefur við ekki neitt bara sög gott við Daða þannig að pappi sagði bara já við hleypum bara og Daði var að keyra fyrst við hleypum bara Daða inn á túnið og svo veifa ég Valdimar niður og næja athyglinni hans og bara svo ég geti bara spurt og fengið af hringt hvernig ég geti fengið þessa tösku og svo kemur bara Daði kemur bara að og hann stoppar bara með veginum til að fara að opna hliðið og eitthvað og ég hleypa þarna yfir sko til að vera tilbúin með að taka myndir og allt svoleiðis upp á hvað sem getur gerst og þá segir Daði við mig bara eitthvað nei sælfrænka sem hefði verið eðlilegt ef allt sem hefur dunið á hefur ekki gerst en hann var bara eitthvað ógeðslega sætur við mig bara eitthvað nei sælfrænka og ég bara eitthvað nei hæ og þú veist, það var bara ógeðslega surrealist út af öllu sem er búin að gerast en ég og Daði áttum náttúrulega bara mjög góðu sambandi áður en það gerðist allt sko, bara mjög góðu sambandi og allt svo leiðis. Það þekki þér langt mest af okkur sko. Alveg ekki spurning sko, ég var náttúrulega í sveit alltaf hjá þeim og hann var alltaf góð við mig og þannig sko, þannig að það bara núna er hann búin að missa það sko, hann er náttúrulega bara þarf að komast. Hvernig leit hann út?
hann leit bara allt í lagi út með við sko, með við þessi myndbundin sem ég séð og þannig sko, þar að hann var bara eitthvað, hann var ekkert aggressífur að neitt sko, hann bara sagði nei sælfrænka og veifaði svona, var kannski svolítið til hliðs en var bara almennilegur við mig sko og og ég bara allt í lagi með það nema og svo sérst fer hann að opna hliðið og svo hann eitthvað að fara aftur upp í dráttarvélina og eins og ég heilsa mér á hann fyrir upp í dráttarvélina nema þá sér Valdimar í hvað stefnir hann sér að við erum að fara að reyna að stoppa hann þannig að þá fer hann bara eitthvað yfir á hinagrindina og reynir að taka fram úr Daða þannig að þetta er það er erfið 2 dráttarvélar já og þetta er sko þjóðvegur þetta er ekki einhver svona malarbröð þetta er malbyggar þjóðvegur og Daði var already eitthvað stopp þetta og eitthvað þannig nema þá fer semst Valdi yfir á hinagrindina á móti umferð skilur það væri ekki það mikil umferð eitthvað og ætlar bara að þú veist fara inn á túnið bara vill alls ekki tala við okkur nema pabbi þú veist fer bort á veginn og svona veifar hann og biður að stoppa semst, og hérna svo ég sé að tala við hann og það sem Valdi gerir þá er hann keyrir bara áfram og hann keyrir bara á pappa og ég er bara upp í myndavélina og ég bara horfa á hann og hann bara keyrir áfram og pabbi bara er bara að styðja sig við dráttarvélina og er svona að reyna að hlaupa undan henni og hann gæti ekki farið til hliðar og hann hefði aldrei getað farið til hliðar það er dekkinu svo stór, hann fyrir undir dekkinu og við skulum hafa í huga að pappa okkar haldrar af því að hálsinn hans rifnaði og hann fór aldrei hann getur ekki hlaupið hann getur ekki hlaupið hann haldrar og svo er hann 67 ára gamall og þú keyrir ekki á fólk nei ég trú ekki að ég sá þetta vídeo og ég var bara eitthvað oh my god ég var svo reið því ég sá þetta og fyrir leikmann að sjá þetta bara okkur færir hans ekki bara fyrst að hann getur ekki hlaupið hann haldrar og sleit hásinn og 67 ára gamall maður sem er með slitna hásinn og svo komst hann ekki til hliðana af því þá hefði dekkin keyrt yfir hann þannig hann bara eitthvað styður sig svona við frá hútið við munum sína ykkur þetta vídeo við munum sína vídeo á YouTube og hérna það bara eitthvað stiður hann við sig og svona hleypur undan og er svona að reyna þú veist að verða ekki undir dráttarvélinu eitthvað og þannig að hann eitthvað svona og svona er hann að koma sér aðeins inn og þetta er bara meðfram þjóðveginum þannig og svo bara eitthvað er hún beigir Valdi inn á þennan mjög stutt afleikjara inn á túnið og þá var Daði búin að opna hliðið en pabbi bara eitthvað næri að fara fyrir bak við hliðið og bara loka hliðinu skilur og bara loka hliðinu til að reyna að fá að stoppa Valda og bara þú veist svo hann keyrir ekki á hann og líka bara til að ná að tala á hann og líka bara þetta er geðveiki við sko þú tókst vídeo og þú sendur okkur þetta áður þú komst og við sendum þetta á vinkun okkar og ein vinkun okkar sagði þetta er tilraun til manndráps þetta er sko svakalegt þetta er ógeðslega alvarlegt þess að vídeoð virkar þess að sé ógeðslega hægt en hann haldrar, hann kemst hvorki til hægri en í vinstri því dekkinu er svo stór þá myndi dekkin keyra yfir hann og það var bara svona þú veist ég var bara í sjokki að sjá þetta, ég var svo reið en þetta er ekki búið sko þetta er ekki búið sko af því að hann er bara eitthvað svona hann er að íta hann er bara að íta og hann hleypur hérna bak við hliðið hann er að loka hliðinu veist, og hann er náttúrulega að reyna að fá Valdimar til að stoppa og Valdimar stoppar í smá stund hann hugsa sig og svo keyrir hann aftur af stað og hann keyrir grindverkið niður hann keyrir hliðið niður með pappa fyrir aftan nei jú, þannig að hann bara keyrir áfram og hjá þessu skókslíð skókskot ég segi það líka alltaf og er það eiginlega annar manna eigur já, og þetta er bara eitthvað hlið skilur og svo bara keyrir hann og pappina er einhvern veginn að skjóta sér til hliðar og hann getur ekki hlaupið sko og hérna hliðið rekst eitthvað svona í hann þannig að hann fær eitthvað að skráma á hnið og eitthvað þannig og hérna nema það að svo keyrir Valdi bara yfir hliðið þegar hliðið er bara svona bygglast svona undir stóru hérna hjólunum á dráttarvélinni og svo kemur þú veist tækinn til að garða það fyrir aftan og svona keyrir ofan og hliðið er bara eitthvað á jörðinni og bara allt og líka fara að hjörunum og líka bara byggla og pappina er eitthvað að standa þarna aðeins til hliðar og svo bara eitthvað keyrir hann upp á túnið og stoppar ekki neitt og fer og þá eitthvað eftir kemur Daði og hann bara eitthvað ætlar að keyra inn og þá bara eitthvað er þetta hlið þarna fyrir honum og hann bara eitthvað dæsir og það er augljóslega ekki að fíla þetta múf hjá hann bróðu sínum. Nei, þetta er fáralegt og stórhættulegt. Og líka bara kostar að gera hlið og hann er búin að drepa mannesku. Já, og svo þannig að hann eitthvað fer skilur og hann sko fer og eitthvað og hann eitthvað færi hlið
hliðið frá þannig að hann getur keyrt annars að keyra ofan á þessu bygglaða ónefnda hliði og svo bara fyrir Daði inn með rúlluvélina eftir sér og þeir fara bara autotune og svo eru þeir bara eitthvað farnir að heyja og maður bara eitthvað what? Og ég var bara eitthvað náði myndið af þessu skilur ég náði myndaði þegar pabbi var þegar hann var að keyra bara áfram þó pabbi væri fyrir honum þannig á veginum og svo líka þannig þegar hann er að keyra yfir hliðið í lokin en ég næ ekki mynd þegar hann að byrja að keyra yfir hliðið en ég sá það skilur að því ég náttúrulega bara átti ekki vona þessu það var ekki það sem ég var að búa mér finnst nógu alvarlegt að keyra á mann já, mjög alvarlegt hann var að keyra á hann algjörlega mjög alvarlegt sko. Pabbi færðist nokkra metra já, og svo náttúrulega og hann gæti ekki fætti hlýðra því hann getur ekki hlaupið og svo náttúrulega fær hann ekki töskuna sína skilur hann getur ekki fengið töskuna sína eitthvað þannig að pabbi er bara eitthvað í smá sjokki þarna, og ég er bara í meiri sjokki og við fyrir bara út í bíl og pabbi bara, ég held ég þurfa að ringja á lögregluna já, ég þeng bara eitthvað, en núna er hann með vídeo, hann getur kjörtið fyrir að geta sér í alvörni þannig að pabbi bara eitthvað ringir á lögregluna og af því að eða þetta er svona samskiptastöðu lögregluna eða eitthvað svoleiðis og af því að við erum búin að læra af reynslunni að þá erum við bara að taka upp símtalið og vara með að háttalara já, það var bara speaker og við tökum það upp sko. Og það er það eina sem gildir það er eina sem hægt er að gera vegna lögreglunum núna við treystum henni ekki ég held reyndar að samskiptastöðu lögregluna taki upp all símtöl en við lendum svo rosalofti því að lögreglumenn hringja úr gemsa í okkur það er sérstaklega ef þeir eru að hóta okkur eða segja eitthvað svona sem er kannski ekki alveg eðlileg vinnubrögð og þá er tekið þessu úr gemsa þannig að ef einhver þingmaður er að hlusta á þetta eða einhver sem vinnur hjá lögreglunni þá má alveg reyna að fá það í reglur að svoleiðis símtöl séu líka tekinu upp eða það bara, það sé ekki leyft já, það er samt rosalega óhendugt þegar maður er að svona stóru landsvæði og út á löndi og eitthvað þannig en það lítur að vera hægt að hafa eitthvað svona þannig finna eitthvað búna þannig að það sé bara líka tekið ósælótt upp þannig að við ringjum bara eitthvað samskiptu stöðu lögreglunar og hann var alveg næs sko, það var ekki lögreglan sjálfur sko og hann var alveg næs og ég held að hann hafi bara höndlað þetta þannig sé eðlilega og hann bara eitthvað byrju ég skil ekki alveg hún var bara að reyna að útskýra þetta en þetta er fáránlegt og bara eitthvað keyrði á og bara átt þú þetta hlið ég bara nei ég get þetta hlið og bara eitthvað útskýra og bara hvað fartölva bara eitthvað dráttavíl og fartölva og það var bara þess vegna er allir þættið eitthvað svo lengi þetta er svo flókið aðstæðlega og eitthvað þannig að þetta er rosalegt þannig að hann var bara eitthvað ég fóð ekki við þessu eitthvað nema hann bara eitthvað já það mun ekki koma lögreglumaður á staðinn út af þessu og ég bara eitthvað ok en pabbi bara eitthvað en ég þarf sko hjálp lögregluna við að fá fartölun minn tilbaka þú veist það meikar ekkert sens að hann fari eitthvað á Sólheima þegar menninni eru svona hættulegir ekki þegar reynd að keira á hann og hann bara eitthvað já ég skal hafa samband við lögregluna og við myndum að hafa bara samband við sinna og þá bara eitthvað fyrir við pabbi bara í hálfgerðu sjokki bara á 9 lambera og pabbi bara eitthvað ég held að sé ekki gott að sé að fara á Sólheima þeir eru ekki að fara að láta mig fá þessa fartöl og það er bara ekki sens að ég geti fengið fartölunum minna tilbaka nema með aðstoð lögreglu og það er ekkert víst að lögreglan vilja hjálpa og ég var bara eitthvað svo líð mér alltaf eins og ég sé svo mikil asni sko, af því þegar við vorum að keyra vestur þá vorum við til dæmis að tala við í síma við systur og pappa og pabbi var bara eitthvað þetta verður vesen, þetta verður ógeðslega mikið vesen að fá þessa tösku hún hljóma bara svona svo pabbi sé paranoid út af Ingu en hann þekki bróðið sinn hann kannski átti ekki vona þessu ég er að gera gott fyrir því skólinni ég er að gera gott fyrir því rosalega var þetta gott fyrir hann já, rosa gott sko keyra á hann já, og tilraun til manndráps og pabbi bara eitthvað að vera smá stressaður og systir hans bara þeir verður náttúrulega með leiðindi það er alveg á tæru það er alveg að tæru það verður einhver leiðindi en ég verður alveg viðurkenna það sko að þú veist ég er mislast þessa stöðu algjörlega en við erum alltaf að komast að því þú veist við heldum bara hann er íkja kannski svo komast bara að því hann hefur alltaf rétt fyrir sér og ég held að þetta er eitthvað svona leiðindi þannig að Valdi myndi segja bara þú fara ekki töskuna eina fyrir á morgun eitthvað svona og ég var alveg búin ég held það líka ég var alveg búin undir það þú veist hann myndi vera með eitthvað svona þú fara ekki tölvin í dag eftir þú gerðir ekki eins og ég sagði eitthvað svona þannig en eitthvað hann myndi keyra á hann ég ætti ekki von á því sko ég var bara og líka því að þú veist þegar Valdi var að tala við mig þá var hann bara að vera svo góðu pappa þannig ég held eitthvað hann verið ennþá þeirri brautskilur hann ætlaði að vera svo ógeðslega góðu pappa að láta hann fá sína einn fartölu aftur og ég held einhvern veginn hann myndi sem áfram vera myndi þeim vinna sjálfsagt mál já og svo því fara eitthvað og ég bara ég er búin að heyra allar svo sögum Valda og eitthvað þannig en að sjá þetta í sjálf það er bara allt annað það er öðruvísi og svo því ég var að keyra
þegar hún að keyra heim eða heima nýju lamburum og eitthvað þá bara eitthvað var ég bara eitthvað, af hverju var hann svona reiður og við vorum bara að fara að biðja að fá fartölu sem pabbi á eða töskuna sem er fartölun í en fartölunan það aðalega og þú veist, af hverju var hann svo ógeðslega reiður, af hverju neita hann að tala við okkur, af hverju, þú veist, sagði hann ekki bara, ég hef ekki tíma núna, ég skal tala við okkur á morgun, eða eitthvað svona, af hverju, þú veist, og pabbi bara eitthvað, er það ekki augljóst? Ég bara eitthvað, nei, og pabbi bara það er út af því að hann fekk ekki sínu fram, af því í gær, þegar hann sagði pabba koma á Sólheimum, þá kom pabbi ekki á Sólheimum. Og þannig að aðeins of hörð refsing. Finnst þér? Og þetta er þessi fræga hinhlið sem allir er alltaf að tala að þið vanti í þetta podcast. Þú veist, fyrir það, í fyrsta lagi, ef það væri einhver hinhlið, heldur að fólk var ekki svolítið komið með það fram fyrir svolítið miklu löngum síðan, sko. En þetta er, þú ert að díla af ofbeldismann, að þá bara alltaf, ef það er ekki gert nákvæmlega eins og hann vill, sko. Og þú veist, og ég ekki að segja að við höfum farið á Sólheimum anyways, en við bara vissum ekki að taskan væri týnd. Nei. Þetta var ekki eitthvað svona þetta er töskumál. Það er fáranlega eskileitaði fljótt. Já, það eskileitaði fljótt. Og það var bara valdi, sko. Það var bara valdi og líka bara, þú veist, af hverju var task ekki bara skilin eftir af dunnustöðum, þá þetta hefði ekki verið. Það er bara skilin eftir úti. Bara úti, allt betra heldur en þetta og eitthvað. Og hérna, og þú veist, og pabbi bara, já, þetta er náttúrulega, pabbi bara, þetta er augljóst, þetta er bara út af því að í gær, þá heimtaði valdi að pabbi kæmi að Sólheimum og pabbi kom ekki að Sólheimum af því hann sá enga aðstöð til þess, af því honum var ekki sagt frá þessari tösku og hérna, og bara, jafnvel þó hann hefði, vitað af henni, bara Valdimar hefur ekki svona, ræður ekki svona, þú mátt ekki keyra á fólk sem gerir ekki það sem þú vilt. Fáránlegt. Það er fáránlegt, sko. Þetta vídeo, alla vinkunum okkar voru bara, oh my god, það þarf að stoppa þessa menn. Það þarf að stoppa þessa menn. Það er tilraun til manndráp. Hringja á lögreglu strax. Já, og þetta er bara eitthvað klikkun. Og þá er þetta bara út af því að Valdimar sagði að við ættum að koma á Sólheim í gær og við gerum það ekki. Og hann er bara svo ógeðslega reiður yfir því. En hann gaf okkur enga ástæðu til að koma og þú veist, og þetta er ég skil ekki, afstæðilegt því það er rökstið þetta, en bara þú veist, ef einhver kemur ekki heimsókn til þín, þá mátt ekki keyra á hann. Nei, akkurat. Maður að spyrja, sko, hérna, meiddist pabbi? Pabbi meiddist eiginlega ekki neitt, sko, og pabbi bara, nei, þetta er allt í lagi. Hann segir það alltaf? Pabbi segir það alltaf, sko. En þú sagði hann hafa hruflað sér nef og líka olnbói? Hann hruflaðist á hnénu og ég tók mynd af því. Og hérna, og svo er hann, hérna, og svo var hann eitthvað slappur í olnbóanum. En það verður kannski eitthvað meira svo. Já, og svo veit maður ekki hvað kemur fram alveg strax, sko. Hann er kannski bara pumpaður af adrenalíni. Já, og eitthvað svona, og þú veist, við erum að tala pappa okkar er 67 ára og rifnaði, þú veist, hálsinn og getur ekki, þú veist, fara á tætnar að neitt. Og líka, þú veist, að hann þegar hann var að kvarta yfir þessum með olnboga sinn, sko, að það, þú veist, sá ég, þú veist, það er marblettur á framhandlegum hans. Og ég var bara eitthvað, er þetta ekki bara út af þessu? Pappi, það er ekkert víst. Af hverju annars að það er að fá marblett á framhandlegum? Af hverju með marblett á framhandlegum? Þannig að pappi er bara eitthvað, það er ekki óþarf að fá sér áverkavottor því þetta lagast. Maður bara eitthvað, þetta lagast samt ekki. Að bróðin keyri á þig, það er ekki eitthvað sem lagast bara. Og hérna, og já, og svo fórum við hérna nýlambra og hann allar hringdi í sýstu sín og lét hann að vita af þessu. Því þau eru mjög náinn og eru bara ógeðslega stutt á milli þeirra aldrei og allt svo leið, sko. Og hérna ég var bara eitthvað svolítið mikið í sjokki, sko. Já. Og ég var að tala við ykkur bara eitthvað og þið bara eitthvað, hvernig gengur, þau komið fartöskunni? Ég bara eitthvað, Jesus Christ, ég bara eitthvað, shit, þið trúi ekki hvað gerist og þið alveg nú hvað? Og ég bara eitthvað, ég get ekki útskýrt þetta svo ég sendi ykkur bara myndböndin. Ég segði enga útskýringu, ekki neitt, ég bara sendi ykkur myndböndin og ég bara eitthvað, þetta er allt sem ég get útskýrt. Og ég var brjálega að sjá þetta vídeo, sko. Og svo hringdi pappi aftur á hérna í frænkuna sem hann vitni bara því að hann vildi láta hann vita að við varum að fara að hafa samband við lögregluna og að hérna að lögreglan gæti haft samband við hana bara svona var hann við og líka bara double checka að hún væri ennþá með sömu söguna en hún var bara alveg 100% bara já, Valdi tók ekki töskuna Valdi tók töskuna að það bara alveg var hreinu eitthvað og hérna hún bara eitthvað ég held bara Valdi myndi bara fara yfir til ykkar og láta ykkur fá flöskuna, nei töskuna. Það er það sem eðlilegt fólk gerir. Og hérna, og pappi sagði bara, já, þú veist, við trúum þér 100%. Já. 100%. Ég trú alveg hún hafa haldið það. Líka þetta myndi öllu venilegt fólk halda það, skilur. Og pappi bara, ég trúi því 100%. Líka, þú veist, pappi var að segja henni frá þessari dráttavél og hvað var að keyra hann og hún bara, what?
og pappi bara eitthvað og svo baðast pappi bara afsökur bara já og bara sorry ég var svona pirraður við þig í morgun að þú hefði skuldir hafa látið Valda hafa töskuna en þú veist ég var ekki beint pirraður út af því ég var bara pirraður við að Valdi væri með töskuna og ég vissi þetta er við þessinn en ég ætla ekki að láta það bitna á þér þannig að hann ætla að baða afsökunar á því þú veist mér finnst svona sko já og þú veist og hún bara eitthvað já en hún tók þessu bara hún höndlaði bara 100% rétt sko hún bara eitthvað sagði bara sannleikann að Valdi hefði verið með töskuna og hún var alveg tilbúin að segja það við lögregluna og allt svoleiðis og svo hafði svo loksins svo þeir voru með og svo bara eitthvað allir að senda lögguna e-mail og setja þú veist myndefnið og allt það til löggunar og pappi bara eitthvað á ég gera þetta núna eða þú veist heima og ég bara eitthvað við getum alveg gert þetta heima bara þú veist og svo var pappi eitthvað að fara að byrja á þessu þegar ég þurfti að fara til að gera þetta podcast og ég aftur að senda pappa myndefnið þannig ég verði að gera það núna bara strax og þannig að hann getur skrifað lögreglunni og það er eitt sem er svo sorglegt sem pappi sagði að þú veist að fyrst þegar við vorum að tala um þetta þá vorum við bara já við ætlum bara að kæra við ætlum að kæra í fyrsta leið er þetta þjófnaður á fartölvu sem við erum með vitni fyrir þannig þetta er bara 100% þjófnaður og svo er þetta bara já það er ekki í lagi að keyra fólk það er bara ekki í lagi að keyra fólk og það er bara allt í lagi tilkynna það sérstaklega þegar við erum með vídeo sem sannar þetta og allt sko og við erum ekki að ljúga því við erum búin að sjá við vídeo við sittum það og við blörum einhver andlit eitthvað sem við séum ekki kærðar sko og ég veit ekki hvort pappi vil hafa andlitið sitt ég þarf að tala við hann fyrst og spyrja hann að því sko en og ég náttúrulega bara vitna þessu og ég bara segi 100% satt sko en já en svo voru bara eitthvað já við verðum alltaf að kæra þetta fyrsta lagi fyrir að láta kæra sig og svo fyrir það að þennan þjófnað þú veist það var bara að kæra það eitthvað og við ætlum bara að fara þú veit ekki hvað þessi pappi hefur oft þurft að reyna að fara að kæra og löggan tekur ekki við því þannig að það er tráma að þurfa að fara aftur það er mjög mikið tráma sko það er bara svo mikið til alltaf í Borgarnesi og langt að fara já og eitthvað svona og svo og hann ætlaði fyrst bara að senda e-mail og eitthvað svona þannig og svo þegar við vorum að keyra tilbaka heim við ákvæmum bara að við höndlum þetta bara heima við getum alveg skert það eins og þarna fyrir vestan á þú veist vestur vígstofunum sem er bara eitthvað svona tráma stríðsástand og eitthvað, bara betra að fara heim og fá sér að borða og hitta mömmu og bara eitthvað aðeins að ég fann að segja ákvað og svo leiðinni heim þá var ég eitthvað aðeins að tala með einn e-mail og pappi bara, já ég held þessi betra að við kærum þá ekki strax og ég bara eitthvað, hvað mínur pappi? Þetta er bara mjög alvarleg brot og þú veist, auðvitað kæra þetta og pappi var bara, já, löggan hún verður svo pirruð að maður notar orðið kæra en maður segir að ég ætla að kæra þetta þá bara þegar löggan að streytast á móti og hún vill ekki hjálpa manni og ekki gera neitt sko. Þannig ég held ég sendi fyrst bara post það sem ég byði aðstóð og það bara nei, kæra strax það sem pappi sagði var bara ég fyrst ætla að senda post bara með öllum upplýsingum og reyna bara að fá lögreglan til að aðstoða mig að fá fartölvuna tilbaka því þú veist, pappi getur ekki farið þannig þannig að hann er okkar allar fyrst að reyna að fá lögregluna með sér lið til að lögreglan sé tilbúin að fara þú veist, því pappi getur ekki farið að sólheimum það gengur ekki það er bara hægt getur ekki bara fengið löggan að blönda svo til að hjálpa sér já, og þú veist, það er hann eitthvað allar fyrst að reyna að fá lögreglan til að hjálpa allar til að ringi þá og tala við þá og þú veist, fá það til að skila töskunni og það sko og svo þegar það er búið þá allar hann að kæra það því að hann vill ekki styggja lögguna af því þá fyrir löggan bara streytast á móti það er hans reynsla pældi tráma sem löggusamskipti hafa verið og bara eitthvað ótrúlega mikið tráma og svo þegar vorum að kæra skilaði töskunni skilaði fucking töskunni og ekki kæra pappa minn bara, það er mikilvæg það er mikilvæg heldur þessi taska og svo þegar vorum að kæra heim og vorum ekki að tala við systur pappa og systur pappa bara já, hann fær aldrei þessi tösku tilbaka hún verið brotin og skemmt og eitthvað frekar hann láta þig þá hana því að þú veist, þú náttúrulega gerir þessi svakalega mistök að gera ekki nákvæmlega það sem Valdimar segir ef þú gerir ekki nákvæmlega það sem Valdimar segir þá hefnir hann sín það er þannig, þetta er rosalegt þannig að þetta er þessi fræga hinhlið sem þau eru öll búin að biðja þetta er bara ein hlið þetta er hinhliðin, pappi fór ekki á sólheima þegar Valdimar heimtaði það og þá keyrði Valdimar og pappa með dráttivél, þetta er hinhliðin, gjörðu þið svo vel og þetta er vídeo á þessu hræðilegt vídeo við skulum aftur í vegu upp að pappi getur ekki labba hratt og pappi getur, og hann er 67 ára gamal og bara þú veist ekkert í frábæri formi og svo eitthvað og svo þau vorum ekki að keyra þarna suður og pappi bara stoppaði þarna rétt fyrir utan Borgarnes til að reykja því pappi minn reykja sem er ógíslegt en allavega þegar hann er stressaður þá reykja hann meira og þetta er ekki tíminn til að beða hann að hætta að reykja akkurat núna og þannig hann eitthvað fekk sér að reykja og þá skoðum við skilabóðin og það er eitt frænd okkar sem var á fundinum eitthvað svaraða því hann sendi hann e-mailina í morgunin og hann er í Dönustafhúsinu núna yfir helgina bara með fjölskyldunni, þetta er bara einhverjum venjulegum maður sem er samt
styður skemmtaverk gegn okkur en það gerir náttúrulega allir í ættinni en þú veist, þetta er bara venjulegu maður þannig séð sko og hann var bara þekkir mann ekki mjög mikið og hann var bara með fjölskyldinni og hann er bara ekki búin að fara ofta á svona fundu og ekki mikið inn í þessu málu þannig en hann var bara eitthvað með fjölskyldina því að Dunnistæðir er bara svona svo sumarhús, stóra fjölskyldunar og hann sendi pappa bara, heyrðu, taskan er ekki hérna en pappi var búin að senda honum að taskan væri ekki hérna en hann bara svona, taskan er ekki hérna og pappi bara, nei, hérna það er búið að fá staðfest að Valdimar er með töskuna við reyndum að fá hann tilbaka en það gerist ekki, ég fæ hennar sennilega aldrei tilbaka og þá býðist þessi maður til að fara og og bara, heyrðu, ég get kannski reynd að fá töskuna og bara komið hann í bæinn og sem bara ógisla næs á honum bara ógisla næs, mjög næs og bara going above and beyond en þú veist, hann er með börnunum sínum og þú veist og Vald er í ham þú veist, ég tekja hann mann ekki neitt en ég óski ekki Valda upp á neitt sko. Þannig að við það er þess virði bara fórn á tölvunni bara ekki, þú veist, og hætta þessu manni eitthvað þannig við sendum bara við mælum ekki með því pappi, ég var að hjálpa honum að semja þetta þú veist, þetta hljóma ekki of geðveikt og eitthvað en það er svo erfitt að segja frá þessu hann veit ekki geðveikinu það er líka svona málum sem er alltaf verið vandamál fyrir þetta podcast og líka í þessu podcasti þegar maður segir frá þessu, maður hljóma bara eins og maður sé sturlaður þetta er svo klikkað hver getur skálda svona kjaftaði? Enginn getur skálda svona kjaftaði og líka bara eitthvað svona að löggan sé að hóta kæra þig þú veist, mér myndi ekki detta þetta í huga því ég vissi ekki að það var hægt en allan, þannig við segjum bara eitthvað við hann bara eitthvað við segjum bara eitthvað við hann bara eitthvað já hérna við mælum ekki með því og hérna við mælum ekki með því og bara hérna takksamt skilurðu en bara þú veist og pappi skrifaði bara já Valdi var að reyna að keyra við mig á dráttarvél áðan þannig að það er kannski bara best að þú látir þetta eiga sig þannig að núna er ég sem sagt þegar ég búin að þessu podcasti þá fyrir ég að hjálpa pappa að reyna að skrifa að löggunni og reyna að fá lögguna til allan að tala við þá og hjálpa með að fá fartölum tilbaka en mist mjög ólíklegt að takist sko. Og við lifum í þenni samfélagi núna og bara svo það sé á hreinu að þegar Valdi var að keyra pappa niður eða svona að reyna að keyra pappa niður og keyra þetta hlið niður þá var ég með myndavélun uppi og hann sá að ég var að taka mynda þessu og hann var bara alveg skít drullu saman það verður að stoppa þessa menn svona menn eigi ekki að vera lausir, frjálsir í samfélaginu menn sem keyra yfir eldra þetta snýst ekki um einhver ættatilu þetta snýst að það séu hættulegi menn sem ekki hægt að stöðva bæði er lögreglan ekki að standa sig en þó að lögreglan væri að standa sig þá bara einhvern veginn í samfélaginu þá er bara eitthvað ótrúlega, það er ekki hægt að stöðva svona óbyldsmenn, þetta er bara hræðilegt þannig að líka þessi viðbröð fyrir að gera ekki akkurat eins og hann sagði já, eitthvað svona fáránlegt, það var líka bara eitthvað fáránlegt sko og hann er bara svo brjálaður sko og pappi sagði bara þegar hann stoppaði það moment sko, það var ekki eins og að vera að keyra yfir hliðið eitthvað, skilur bara að náðu ekki að stoppa eitthvað, hann stoppaði í moment, áður hann keyrði yfir hliðið og pappi sá bara að Valdi var bara eitthvað, ég get ekki látið hann vinna, ég get ekki látið hann ráðskast með mig, ég get ekki sleppt í að hefna mín á honum af því að hann gerði ekki nákvæmlega það sem ég vil sko. Þannig að þessi maður er bara sturlaður, hættulegur, mjög hættulegur, öll ættin styður hann en það er hann að mál, það er efni í fleiri podcast annar staðar en bara og þau trú okkur ekki, bara Valdi, hætt að keyra pappa minn bara hætt að keyra pappa minn en allavega okkur fannst þetta, við erum eiginlega bara svolítið í sjokki og okkur fannst líka allir þeir sem hefum sýnt þetta vídeo allir sem sýnt þetta vídeo eru bara sjokki og reiðir og brjálaður og eitthvað þannig að við ætlum bara þannig að þetta er bara svona emergency podcast þar sem við bara segjum frá þessu þannig að áttu að vera stutturinn komin þeir voru alveg bara, já þetta verður svona 20 mínútur tops ég bara, nei, ég var kannski að segja mikið að smádrömm en ég þurfti líka bara eitthvað að letta á mér og líka bara, þú veist, ég var ekki okkar salfratími við stingin eða hlustur á og ég var ekki, þú veist, ég var ekkert búin að pæla nýtt rosalega mikið hvernig ég ætlaði að segja þetta ég bara, þetta var bara að gerast í dag bara áðan þetta var bara að gerast áðan og ég er bara einhvern veginn ennþá að melda þetta og ég veit ekki hvort ég minn einhvern veginn við erum alveg búin að melda þetta þetta er bara eitthvað svo skrítið það var ekki sjokk að sjá bara Valda in action svona live jú, og ég mitt sko skammast mér alltaf fyrir það að þú veist, maður veit hvað Valdi vondur maður veit hvað hann er ótrúlega óhæðilegur og ógeðslegur og þjófur og innbrotsþjófur og hann stelur og hann lýgur og allt það sko en að sjá það svona í ein bara í beinni það er bara öðruvísi maður finnur það bara allt annan hátt en já, en það er kannski ein staðarinn sem ég get endað þennan podcast á þetta á sem er skemmtileg aðtöðsend að að þetta var í Skógskoti og og vitið hver átt þetta hlið sem að sem að þeir eyðilöðu. Nei, hver? Það voru tengdaforeldrar hans Ásmundar Einars
Daðasonar. Já. Þannig að... Já, eiga þeir Skógslíð? Já, Skógskot heitir þetta. Skógskot, ég sé þetta. Ég get ekki mjög þetta heldur, sko. Ég er vonað að þetta heiti Skógskot. Þau eiga þetta. Þau eiga þetta. Þau bara rosa sátt með það að hliðið þeir segja það. Væntanlega mjög sátt, sko. Þetta eru bara ættadeilir. Við erum alveg fyrir utan okkar verkefni. Þetta kenn ekki bara pappum að hliðið sitt og ónýtt. Já. Við eigum nú vídeo því að það var ekki hann sem eðlaði. Það er gerðir. Þannig að þetta var svo satt, já. Þannig að föðurbróðir Ásmundar, hann keyrði niður hliðið og eyðilegði það hjá tengdaforeldrum sínum. En ég held bara á þessum orðum, þá verðum við bara að hætta. En ég vil kannski líka segja eitt, að við erum búin að fá mjög mikið af símtölum og skilabóðum og það er okkur mikils virði. Af því þú veist, ég bara áttaði ekki með á því að samfélagi okkar væri svona spilt og við heyrum frá öðrum, ég fekk bara símtöl í dag og það er fólk sem er ánægt með að við erum að koma með þetta upp á borðið og ég vil bara þakka fyrir að hlusta. Já. Og svo dregur líka sem úr manni að heyra allar þessar sögur frá öðrum. Það er miklu meiri skítur. Þeir sem hafa lent í Ásmundi, lögregluna á Vesturlandi og í Daða. Og það er miklu meira skítur en við erum að lenda í. Þetta mál er stærra en Lamberjamáli. Það var eins og einn maður sem að mamma hringdi í, við skulum láta hann vera ónefndan. Hann sagði, einn maður sem starfa við stjórnarlóðanni, hann sagði, þetta mál er kviksyndi. Ég mun ekki segja orð. En ég vil svo kannski segja í næsta þætti sem átt að vera þáttunum með 4 að þið getur bara hlustað hann og meti sjálf hvort að Ásmundur Einar Daðason ráðherra sé tengdur þessum máli eða ekki. Já. Mæli með að hlusta næsta þátt. Mæli mjög mikið með því. En hérna takk fyrir að hlusta. Já. Og við þurftum að leta á okkur. Og bara... Við ætluðum ekki búið til hann þátt. Við ætluðum ekki búið til hann þátt. Þetta gerist bara í dag og þetta átti ekki að gerast. Vonandi er að pakka. Við erum eftir að taka bann á þátt í dag. Þannig að við sjáum til hvort ég ná eitthvað að pakka eða sofa eða eitthvað. En þetta er mikilvægt. Við erum systurnar 3. Við látum ekkert stöðva okkur því að lömbin þagna ekki. Góðan daginn, þá erum við 2 systur mættarar því að ein okkar er á leið til Ítalíu. Elsta er farin heim tilbaka. En við ákveðum að gera smá viðauka því að það gerir smá í þessu máli. Í þessu mikla máli. Þessu fáránlega máli. You can't make the shit up. Þessa. En sem sagt klukkan rúmlega 8 í morgun þá fekk pappi e-mail frá bróður sínum og það lítur út fyrir að lögreglan hafi haft samband við Valdimar vegna töskunar og fartölvurinn sem er í töskunni. Já, hvað grunar það? Þú veist, þetta e-mail gefur þetta kynna þó það segi það ekki. Nei. Hann byrjar á e-mailinu að segja sæll kæri bróðir. Kæri bróðir, úff. Já, og í þessu e-maili þá segir hann já, ég reyndi að skila töskunni en ég gat ekki því að Ása hindraði för mín að húsinu. Það var ekki bara Ása sem hindraði förina og það er líka ástæða fyrir að við viljum ekki hafa hann. Hann hefur brotist inn að minnstakosti einu sinni þegar löggan hefur Eyrafgirðingar með ógnandi hegðun. Já, og við viljum bara hann ekki sé nálægt pappa okkar. Nei. Og með rétt af því hann var að keyra á hann. Og það var, og hann segið að Ása sérstaklega hafi hindrað að hann kæmist að skila töskunni. Hann sagði þeim aldrei að hann hefði verið með töskuna, hann sagði alltaf að gera gott fyrir pappa. Og við trúum honum aldrei því hann lígur svo oft. Já. En núna var hann þá að segja satt, en svona gerist bara fólk sem er alltaf að ljúga. Já, Úlfur. Já. En hann, og líka og frænd okkar var, þú veist, hann fór út úr bílnum og hann var að keyra og þú veist, þannig að hann var í meiri samskipti við Valdimar heldur en við. Þannig að ef hann treysti ekki Ásug að hann það ekki láti frænd okkar fá töskuna. Já, og núna er hann að kenna Ásum það. Hann segir Ásu treysti ég ekki fyrir tíkalla milli bæja og ég bara, af hverju, hún hefur aldrei verið staðan einbrotum. Nei, annað en sumir. Hún hefur aldrei verið ásökum að hafa eðilegt vassitu. Nei. Hún hefur aldrei skemmt 20 hektar á tónum. Nei. Og hún hefur aldrei klippt girðingar bara til skemmtaverka. Ég myndi alveg treysta henni með 1.000.000 sko. Ég myndi treysta henni 100. Og líka ef hún segist að gera eitthvað, þá gerir hann það. Það er líka svolítið í okkar rætt. Svo var hann eitthvað að segja já, ég var ekki viss hvort að þú ætti tölvun eða ekki. Það var alveg klárt að pappa ætti tölvuna og allir hinir á fundunum vissu það. Vissu allir. Og hinir á fundunum vissu að hann var með töskuna skóla. Já. Pappa. Þeir eru búin að segja það. Já. Það er búið að segja það. Og það er líka svona að finna því hann sendi pappa hennar post sko og hann hefur allir sem voru fundunum í CC. Já, svo þau viti svona bara hans hlið. Já. Ó, hvað hinna hliðina?
Þetta er meira kjaftaði. Já, hann óskar þess að pabbi muni ekki hafa með frekari samskipti við hann út á töskunni. Já. En ef hann fær töskun tilbaka, þarf hann ekki að samskipti við hann. Já, og þú leggir af að hemja eða tefja för mína. Friðhelgi einkalífsins bannar allar slíkar aðferðir, segir hann. Já, ekki friðhelgi einkalífsins að brjótast inn í hús? Annara? Allavega, en hann er náttúrulega ekki búinn að skila tölvunni eða töskunni. Hann segist alltaf að gera það, en við náttúrulega trúum ekki, við þurfum að sjá það. Hann segist alltaf að lögreglan í borgarnesi fá þetta og pabbi getur sótt þar. En við trúum ekki fyrir við fáum hana. Fáum töskuna og tölvuna. En vonandi verður hún bara í góða ásökumulagi, en maður getur ekki treyst orðið sem þessi maður segir. Nei. En vonandi bara, hefur haft áhrif að vonandi hefur löggan haft samband við hann og hún þorir ekki að gera neitt. En við skulum bara minna fólk á að fólk veit, fólk á döðnustöðaættinni veit af þessu atveiði og það er ennþá með þeim í liði. Það er ennþá með þeim og kýs eins og þeir vilja. Þið veitir hverju eru. Allan, við erum svolítið uppsett að því að þetta er alltaf svæðilt að maður að keyra pappa og svo hann að láta þetta lítið þess að þessi pappa ás að kenna. Sem bara alls ekki í málið. Það sem þeir gera, þeir snú alltaf upp úr. Þetta er eins og ofbeldismenn gera. Þeir láta alltaf vera fórnarlöpun að kenna það sem er gert. Þetta er ótrúlegt. Hann hafði margar hann hafði mörg tækifæri til að skilja töskunni. Hann var þarna á sama tíma þau á Lambyrhlaðinu, gamla Lambyrhlaðinu. Þau var þarna bak við hænsnahúsi þarna, sem við veitum ekki hvað hann að gera þá. Þannig að ekki verið að tjekka hvort það væri eitthvað í töskunni áður en alltaf að láta pappa fá hana. Já, við getum alltaf ekki vita það fyrir vissu, en ég meina... Og svo akkur sagðan það ekki bara við frend okkar og Ásu, hérna... Ég er með tölvuna, ég er með töskuna. Já, við ætlum tölvuna sína, láta hann koma á sólheima. Víst hann treystir ekki Ásu með tíkart milli bæja. Já. Þetta bara, þessi maður, honum er ekki trestandi. Nei. En allavega, takk fyrir að hlusta. Við ákveðum bara að bæta þessu smá við að því að við viljum segja satt rétt frá. Já. Þetta er náttúrulega ekki mál sem við viljum eitthvað að vera, en við erum að vonast til að leið að gera skemmdarverk og við komum með það fram að það verði minna þau og löggan sinni sínu hlutverki. Núna verðist allan eins og lögreglan hafa haft samband við hann. Já, og það er framför. Það er góð sviti. Það er framför. Já. Þannig að við vonum að þetta haldi áfram svo að þeir komist upp með minni skemmdarverk. Já. Í það er okkar markmið, minga skemmdarverk og lögreglan sinni sínu lögbundna hlutverki. Því við vitum að þetta leysist ekki í fjölmiðlum en vonandi hefur þetta áhrif að þeir skemma minna. Og líka það að lögreglan sinni við getum ekki stjórna þeim. Nei. Það er ekki hægt. Þeir eru óstjórnanlegir. En við erum að vona að þetta setja þrýstig á lögreglan sinni sínu starfi. Og það virðist vera að virka. Við vonum það. Já, vonum það. Maður er samt svo vonlaus eitthvað að þetta ger aldrei neitt en vonandi eru þeir aðeins að fara að sinna sínu starfi. Já. Herðu, takk fyrir að hlusta. Bless. Lömbin þagna ekki.